Við erum hér komin til að læra og skilja og við ætlum að halda áfram hérna með to-do listan okkar. Við vorum með 2 atriði sem ætlaðum að skoða áður við fyrir að skoða verkefni 9 sem heldur vissilega áfram með þetta DOM-vinnu og búa til element og allt þetta en bæti síðan við öðru sem þessi async forritun en allavega. Import og export. Þannig að við erum hérna, í grunninn erum við með index.html skjalið okkar. Það með í head elementinu script sem er með attributið type module sem þýðir að þessi hérna skrá verður importuð sem module, sem ECMAScript module og source attributið vísar í skjalið sjálft. Þannig að það bara, við fórum aðeins yfir það í seinasta tíma og það liggur í námsefninu, við vísa bara í það. Það importar inn scripts.js sem bara þarna í rótinni, undir source möppunni í projektinu. Og þar erum við með eitt fall sem heitir initialize sem tekur við to-do list og það setur upp þennan event listener á forminu sem við gerðum í seinasta tíma og nýtir síðan föllin úr lib.todo.js til þess að gera svona hér á að gera þessa virkni. Þannig að við erum að segja initialize svolítið svona hey, hér ég að ná í formið og finna submit eventi og þegar hann færar þá ætla ég að búi til to-do item en ég ætla ekki að hafa alla virknina til að búi til to-do itemið inn í þessu hér heldur ætla ég að gera það í öðru falli. Þegar þá getið þið ímyndað ykkur núna ef við zoomum aðeins út hérna við sjáum að initialize cirka 20 línur eða eitthvað af kóða og ég fyrir create to-do item og það eru aðrar 20 línur af kóða. Þannig að ef ég myndi taka alla línurnar sem eru í create to-do item og hafa það líka bara í event handlinum fyrir onSubmit eventin að þá sjá, við getum bara hérna prófað, þá allt í einu komið með bara hérna einhverjar 2 skjáfyllir af kóða og þá þetta aftur, þetta sem að ég talaði um í seinasta tíma það sem við viljum gera sem forritarar að vinna í því að manage flækjustigið í því sem við erum að búa til. Og eitt af þeim tólum sem við höfum í því bara að búa til fall. Þegar ég bý til fall, þá getur bara sagt þetta gerir einhvern hlut. Og hann gerir einhvern vel skilgreindan hlut, eins og hérna, create to-do item. Að það skjala hérna, býr til nýtt atriði í lista með text. Og það skjalað með JS-dokkinu og það tekur við sem argument to-do list sem þá listin, textin sem þá textin á iteminu okkar og skilar okkur engu, void. Þannig að þá get ég bara sagt, ok, nú ég komið textan úr forminu og nú bý ég til to-do itemið. Þannig að ég færi flækjustigið á því að búa það til yfir í fallið create to-do item. Og þá hef ég annað tól hér sem að nota í raun svona modules eða namespace eða eitthvað. Það í eiginlega öllum forritunarmálum og forritunarumhverfum einhver leið til að gera þetta. Það sem ég get fært föllin mín og geymt þau í öðrum skrám. Svo ég sé ekki bara með eitt skrá sem bara með 30 functions orðið 4000 línur og ég að fara fram og tilbaka í því. Þannig ég get skipt þessu upp í skrá líka sem það bara annað verkfæri sem við getum notað til þess að passa upp á flækjustigið. Og þá get ég inn í því, ég með þetta, create to-do item og það ég aftur með síðan þetta sem við notuðum aftur sem var remove to-do item að þegar aftur getum við ímyndað okkur ef ég væri hérna með í event listanum sem eyðir iteminu væri ég ekki bara með vísun í remove to-do item heldur allan kóðan sem í því og þá blæs þetta bara út og þá þurfum við einhvern veginn til að skilja hvernig ég bý til item þá þarf ég að skilja hvernig ég bý það til, hvernig ég eyði því hvernig ég gerir þetta og hvernig ég gerir hitt í staðin fyrir að hafa bara föll sem ég get vísað í og ég horfa á þetta hérna, remove to-do item og ég get bara sagt já, þegar ég íti á þennan takka þá fjarlægi ég to-do itemið. Remove to-do item tekur parameter ekki? Jú, sem hérna closerið sem í raun itemið sem á að fjarlæga og þess vegna get ég búið bara til eitt fall sem heitir remove to-do item en nota argumentið til þess að vita hvað ég á að fjarlæga. Hvernig setur maður argument inn í þegar það anti-event listener?
Þá er ég að nýta með það að ég er að nota bara, það er klikk, er fyrsta argumentið í add event listener, næsta er hérna arrow functionið og arrow functionið er bara sví opnast, sví lokast, arrowið, bracket, svo remove to item li og li er skilgreint fyrir ofan sem bara Já, alltaf þetta er inn í funksjónum Já. með create. Já, Já. og þar er í raun þetta closure. Þannig að þá er ég með þetta hérna og þetta er það sem að ég var að hérna, stinga upp á að væri formið, var í raun þetta að vera með create to item, remove to item og svo er hérna eitthvað sem heitir update stats sem að JSDoc segir uppfærir upplýsingar fjölda kláraðara og ókláraðara atriða í lista og það tekur inn, það er endur að vera hérna HTML element eða null eða bara HTML element, það er bara miklu einfaldra sem heitir to-do listin og það skilja bara void og það í raun myndi þá vera að uppfæra hennar texta hérna sem segir kláruð 0, ókláruð 0 og þá er þetta upplag frá mér það að þarna gætu þið lókerað þá lógík sem gerir þetta í staðinn fyrir að þurfa að gera það á mörgum stöðum af því að þetta þarf að gerast á nokkrum stöðum þetta þarf að gerast þegar ég býti nýtt item þá uppfæri ég hennar lista þegar ég klára item þá uppfæri ég hennar lista þegar ég eyði hlut þá uppfæri ég hennar lista þegar ég hreinsa allan lista þá uppfæri ég þetta þannig að þetta eru hvað 5 skipti þar sem það þarf að kalla í þetta þannig að ég vil ekki á hverjum einasta stað þar sem ég þarf að gera þetta að þar sé ég með forrita þetta allt upp á nýtt heldur vil ég bara geta kallað í fall sem abstraktar í burtu þessa virkni Megar þetta sens? Já. Gott Af hverju er script.js með type module á henni? Ef við setjum type module þá notum við þá látum við vafran lóta þessu sem ECMAScript module það er öðruvísi en við hefum það ekki þetta er í raun leið fyrir vafran að þess að geta verið backwards compatible fyrir þann tíma áður en ECMAScript modules var skilgreindur sem staðall í ECMAScript sem er JavaScript Þýðir þetta að hann keyrir ekki fyrir en að HTML dæmið er orðið til? Já, þannig að þú þarft ekki að nota DOM content loaded ef þú hefur notað þann event Þannig þetta er ekki, þannig þetta er svona svipað á að setja inn í body. Þetta er svona svipað á að setja script SRC inn í body eða fyrir neðan. Já, ef þú myndir setja þetta alveg aftast í body þá væri þetta, það er sambærilegt en ekki alveg eins Okay. Er þetta ekki alveg náma sambærilegt ECMAScript og JavaScript? Er eitthvað mikill munur í dag? ECMAScript og JavaScript er nákvæmlega sami hluturinn þetta er bara út af því að JavaScript er copyrightað af Oracle og þegar þorir standardsbodyið ekki að nota það sem heiti á forritunarmálinu þó svo að það sé alltaf kallað þetta er bara lögfræði mumbo jumbo já þannig að hvernig myndum við geta núna uppfært þessa stats línu okkar og hvar ættum við og hvernig ættum við að gera það Við þurfum að ná í þessa línu. já Nei, við þurfum að ná í sem sagt númerin á þessari línu þurfum væntanlega að vera sín eigin element. akkurat Það er væntanlega vitulegast, sko við þurfum ekki að gera eitthvað string manipulation á alla línuna. já og þá ef við förum yfir í index.html þá er í raun og veru div class stats og inn í því stendur kláruð tvípunktur span class finished og inn í því er strengurinn 0 og svo ókláruð span class unfinished strengurinn 0 inn í því Hver er munurinn á div og span? div er í grunninn blokk þannig að þetta er allt hérna horizontal space sem það getur en span fer og er eins og bara rf eða strong eða eitthvað og þjappast í línu, það er inline Það er bara inline. já ok, þannig að við vitum að þetta hérna er til div class stats með finished og unfinished þannig að hvernig getum við þá fundið það gefið að við fáum argumentið sem er to-do list sem er bara to-do listin sem heldur utan þetta allt saman þannig að það er elementið sem að þetta er inn í
Já, þetta er nú bara ég að skrifa stundum. Þetta er yfirleitt með litlu, þannig að þetta hérna er bara innsláttarvilla. Á og ekki á. Það skiptir þannig sé ekki máli. Út af því að þetta er í raun bara, þetta er bara heitið á þessu þarna. En vissulega er skýrara að þetta sé alltaf það sama. Þannig ég biðst forláts og að þetta er meiningin að þetta sé alltaf sami hluturinn. Þannig að núna erum við með þetta, to-do listin okkar er eitthvað HTML element. Og hvað getum við gert fyrst? Þetta er rosalega svipað því sem við vorum að gera áðan, þar sem við vorum að finna titilinn á iteminu. Nefnum nú viljum við ekki finna titilinn á iteminu, heldur viljum við fylla nullin sem er annarkvort klárið eða óklárið. Já, query selector. Og query selector á hvar? Nú er ég bara vél, hvað á ég að skrifa? Const bil ég er með to-do list sem argument. To-do list.queryselector. Sví opnast. Strengur byrjar. Já, ég er náttúrulega líka hérna sko const finished el jafnt og punktur finished. Þannig að const finished el jafnt og to-do-list.queryselector finished punktur finished. Ef þú notar query selector all, getur þú þá sett kommu eins og í CSS, getur þú sett query selector all, punktur finished, komma, punktur unfinished, eða svo. Þú fundir bæði í einu. Já, með query selector all. Þú gæti bara gert HTML-ið þannig að þú gætir það, en þá spyr ég af hverju viltu gera það. Þess að getur gert í einu, en þá er bara spurning ef einhver breytir röðinni, hvernig veistu þá hvort er hvað? Annars er ég með tvo query selector calls á tveim línum. Já. En ef ég gæti gert, skilurðu, þú veist, eins og ef ég gæti leitað að einhverjum tveimur kössum á sama tíma, þá gæti ég gert bara bracket 0 eða bracket 1 eins og í array. Já. Við getum vissulega gert það og sagt bara hérna query selector punktur stats bil span og þá er query selector all skilar sem sagt node list. Er það bil, er það ekki komma? Já, það er bil eða þú vilt í raun út af því að HTML-ið er div class stats span og svo annað span og þá getur ég nota span til þess að fá bæði. En hættan við það er að ef að ég breyti síðan röðinni í HTML-inu þá er allt í henni farið að vísa í sitt hvort. Þannig ég gerði það fyrir að fyrsta stakki væri kláruð, seinna stakki ókláruð. Nei, menn þú gæti nota klass, skilurðu, þú gæti nota punktur Já. finished og svo punktur unfinished sem bara annað. Nei, það virkar ekki þannig. Ég skilði núna hvað þú meina. Það er ekki þannig. Ég held að vera hægt í CSS að velja marga klasa í einni svona skipun sem ekki var á undan. Já, en röðunin og selectorunum gefur ekki til kynna það hvernig röðunin á elementunum kemur tilbaka. En Já, ég held, já. Í hvaða röð myndi elementu koma tilbaka? Í DOM-röðinni. Hvort er á undan í DOM-inu. Þá myndi þetta tæknilega sér virka ef að forritinn vissi að HTML-ið væri með finished fyrst. Já, já, vissulega. En þá kemur þetta aftur að því hvernig ætlum við að vera 100%. Hvernig ætlum við að vera þannig við sem að skrifa eins svona solid og robust kóðu við getum. En ef við höldum áfram, þannig að nú er komið finished el og unfinished el sem eru þessi element. Þá get ég sagt const finished el punktur, nei, ég ætla að segja bara eitthvað hérna, finished el punktur text content
jafnt og bara 99, ég vil bara uppfæra þetta í eitthvað og þá fæ ég aftur að þetta gæti verið null, þannig að ég þarf að segja fyrst if not finished eða not unfinished, stakka með þetta aðeins hérna, unfinished að þá ætla ég að segja bara return. Og get sagt hérna líka console warn could not find unfinished notes. Ok, þannig að þá ætla ég núna að segja bara finished EL text content og unfinished EL text content verða bara einhverjar tölur. Og þá get ég sagt hérna, ok, heiti verkefnis ASDF en það uppfærist ekki neitt út af því að við þurfum líka að og kannski gefa til kynna hérna, þetta er update stats is declared but its value is never read. Þannig að þetta er einn kóður sem keyrir aldrei. Þannig að hvað er fyrsti punkturinn þar sem við viljum að þetta keyri? Í initialize eða ekki? Jú, ef við gefum okkur að það sé 0 og 0 og við séum alltaf að byrja frá 0, þannig fyrsta skipti sem við viljum uppfæra þetta er þegar að ég bæti við fyrsta verkefninu. Já, ef þú setur það í HTML-inu sem 0, þá Já. það Já, aftur til að gera það í initialize. já, Þá er spurning hvora aðferðina maður vill velja. Maður vilji setja breytileg value á vefsíðunni upp í JavaScript frá byrjun eða í HTML frá byrjun og breyta þeim svo í JavaScript. akkurat. Það er bara mjög góð spurning. En, ok, ef ég ætla að gera þetta þegar ég bæti við, hvar ger ég það? Og hendi í Að create to-do item kalli í update stats. Já, við getum gert það. Þú getur sett það inn í event listener function. Já, þannig ég geti sagt hérna, ég er með to-do list þarna. Jú, ef við erum búin að segja hérna, við náttúrulega, sko ef við gerum þetta hérna, þannig að núna ger ég þetta og þetta uppfærist. En nú erum við samt aðeins fann að ljúga. Að þegar við köllum þetta hérna fall, create to-do item, en nú ætti það eiginlega að heita create to-do item and update stats. Að þegar við erum í raun að gera tvo hluti. Þetta er aftur með þetta svona, hvernig erum við að skipta forritunum okkur upp, þannig að við svona skiljum hvað er að gerast þegar við köllum í falli. Annað sem að einhver sagði hérna, væri að setja þetta í eventhandlerinn og þá get ég sagt hérna, eftir að ég keyri create to-do item, að þá keyri ég bara update stats. Þá fæ ég núna hérna rauða undir cannot find update stats. Þannig að hvað vantar mig að gera núna? Jú, þannig ég importaði hérna. Ok, þannig ég setja hér í import efst í hérna, import update stats. En þá kemur núna rautt undir það og það stendur module lib2.js declares update stats locally but it is not exported. Þannig að það þurfum við að gera hvað? Setja export til framan function declarationuna í skjælinu. Já. Export function update stats. Já, en við gerum það, þá hætti þetta að vera rautt hérna og við vistum svona og núna keyri ég þetta, það gerist nákvæmlega sama. Við fáum hérna hardkóðu textan okkar, nema við fáum núna í raun, núna köllum við það á svona réttari stað. En núna kemur þá spurningin sem að er eftir, hvernig skilgreinum við kláruð og ókláruð verkefni? Og ég ætla núna aðeins að svona hraðspóla þegar ég vil aðeins hérna sýna ykkur líka inn í verkefni 9 og koma ykkur að staðið því fyrir næstu viku. En það sem að er í raun
smá trikk í þessu verkefni er í raun að hugsa það ekki eins og verkefni 7 þar sem við vorum með array af verkefnunum, að hugsa það ekki þannig að ég sé með array af verkefnunum og svo sé ég líka með DOM representation á verkefnunum. Því þá eru komið 2 staði sem geyma í raun hvar verkefnin ykkar eru og það er vesen. En í staðinn ætlum við bara ekkert að hugsa array representation af þessu, heldur ætlum við bara að búa til itemin í DOM-inu og við ætlum bara að hugsa DOM-ið sem geymslun okkar á stöðunni og itemunum. Þannig að þegar ég fyrir að vinna þetta þá meikar þetta vonandi meira sens, en við ætlum bara að horfa á hvað eru mörg item í list elementin okkar, eða þarf að segja í class list elementin okkar, hvað eru mörg þar inni og það er fjöldin af verkefnunum okkar. Þannig þá ætlum ég að segja bara const all items hvernig skrifa er to-do list punktur query selector all punktur list ok, og svo ætla ég að segja if not all items þá bara eitthvað return, þá vitum við að það er til og svo ætla ég að segja unfinished er þá all items punktur length punktur toString og þegar length er tala og text content vill fá streng og við ætlum að hafa bara aftur finished eru 0 þannig nú ætlum ég bara að segja að þegar ég íti á bæta við að þá segir bara að inkrementa teljarinn á því hvað eru mörg svona element þannig ég segi a bæta við ókláruð 1 abb ókláruð 2 og svo framvegis. Þannig að eftir því sem ég bæti við, þá eru bara fleiri og fleiri ókláruð. En nú lendi ég því að ég íti á ruslafötuna og ég eyði og þá er ennþá bara ókláruð 5. Svo bæti ég við 9 og þá fæ ég aftur 5 og því að þá í raun bætti hún við 5. og taldi aftur og sagði hey, það eru 5, þó ég hafi 1 inni í millibilinu. Þannig að hvað viljum við gera til að laga það? Já. Og hvað ættum við þá að uppfæra það? Já, og þá fyrir við aftur og þá flækist aðeins þetta sem ég var að tala um að reyna að halda utan flækjustigið af því að þá segjum við hérna remove to-do item og svo update stats to-do list. Þannig að ég er núna þar sem ég er að segja að við ætlum ekki að gera áðan sem var að kalla í update stats í create item eftir við búum það til en klikkhandlarinn hérna er svolítið svona hvað er hann? Er hann partur af create to-do item? Eða gætu við jafnvel tekið þetta og einhvern veginn búið til nýtt fall? En þannig erum við kannski komin í smá svona hringavitleysu og ég ætla ekki að fara það á niður en það er alveg hægt að eiga löng samtöl það hvernig er réttast að skipta upp svona kóða. Þannig að við bara gerum hérna, ég bæti við ASDF og ASDF hver og við fáum ókláruð 2, ég eyði öðru og þetta uppfærist núna. Ég hendi þessu og ég fæ þetta núna. Þannig að nú er þetta uppfærast. En þá kemur spurningin, hvernig ætla ég að merkja kláruð item? Og þá er hérna í þessu sem er gefið, að þá setti ég á lið class finished. Og ef við setjum class finished á itemið, þá fær það svona, það er aðeins gráletrað og það fær svona strike through eins og þessi búið. Þannig að það sem við getum gert væri í raun að lauma inn hérna einu kláruðu itemi í listan í byrjun til þess að bara sjá hvernig það virkar og svo ætlum ég að skilja það eftir fyrir ykkur að útfæra það hvað gerist við íta á checkboxi til þess að í raun afklára og klára itemið. Ok, hvað þurfum við þá að gera í þessu hérna update stats til þess að geta sagt fjöldi finished items og það sé ekki lengur 0. Það sé í raun að telja itemin sem eru með með klassan finished.
Við þurfum ekki búið til forlöpu, nei. Jú. Hvernig? Sko, við erum að segja hérna all items. Þar er ég að segja to-do listi, gefðu mér með query selector og all alla nóður sem eru undir þér. Sem eru hérna með selektorinn list.li. Þannig þá fyrir hérna og segir list.li. Þetta er list.li og svo bæti ykkur við hérna og það er líka undir list.li. Þannig þá fæ ég allar þessar hérna nóður. Þannig ég fæ fylki af öllum þessum nóðum hér. Svo spyr ég bara listan, hvað ertu langur? Og það er öll itemin mín. En núna vil ég finna ok, þetta er komið með öll itemin og þá myndi ég á sama hátt vilja fá ekki öll itemin heldur öll finished itemin og þá eru ókláruðu atriðin okkar lengdir af því og kláruðu atriðin okkar eru eða satt lengdin af finished all items mínus lengdin af finished það eru í raun ókláruð og finished eru kláruð. Þannig þá segjum við hérna all finished items er þá list.li.finished og þá segjum við aftur bara ef það er ekki skilgreint þá beilum við og þá segjum við const finished count er jafnt og all finished items.length const all unfinished count er þá all items length mínus finished count og þá segir ég finished elementið verður bara finished count toString og hitt verður unfinished count toString og þetta er alveg hægt að skrifa á marga vegu. Þetta er ein leið til þess að hugsa þetta og þá erum við bara að geyma alla stöðuna á verkefnum okkar í domminu sjálfu. Þannig að núna er þetta hérna vitlaust út af því að við uppfærum þetta ekki með þetta hérna í byrjun. En ef ég ýti núna á og þetta virkar þá ætti klárað að vera 1 og óklárað að vera 1. Eitthvað klikkaði að því að hérna fáum við 1 fyrir ofan sem ég veit ekki alveg af hverju. Þannig að inspektum það. Class finished 1. Þetta er bara parturinn af þessu. Já. Heldur eitthvað virkar og það kemur eitthvað allt annað. Já, nákvæmlega. Það er spennandi. Nú er gaman. Hvað klikkaði? Sko? Það er svo ég sé að segja finished el text content. Já. Erum búin að sjá það? Sjáu villuna. Ósakjant fyrir þig, Theodóra, ég segi þetta, en í fyrstu línu fallsins er const finished el to-do list.queryselector.finished. Queryselector gerir breadth first late að fyrsta CSS klassanum eða fyrsta CSS seilitnum sem uppfyllir þetta. Ég bætti við dommið hlut sem er með class finished. Sér í lagi var það fyrsta itemið. Ekki kláruð gaurinn minn í stats elementinu. Þannig að það sem að gerist hérna er að ég segi þetta hérna. Þetta element hér puff hverfur og verður bara 1 sem er það sem ég vildi setja hér inn. Þannig að ég tók vitlaust element þannig að til að laga þetta hvað ættum við að breyta hér? Ef að þetta er hérna stats finished og unfinished þannig að við getum sett bara nákvæmari selector stats bil unfinished og stats bil finished svona
Þannig að þá er ég að velja vissulega elementin sem eru undir stats-divinu sem eru þessi sem ég vil uppfæra. Þannig að núna ef ég bæti við þá ætti þetta bæði að vera 1 og 1 og ég ætti að vera með þetta klárað og 1 óklárað. Og svo hérna. En núna skil ég það eftir fyrir ykkur að uppfæra það þannig að þegar ég íti þetta hérna að þá finn hún elementið á sama hátt og þegar ég íti á ruslatunnuna þá íti ég á þetta hérna til þess að fá checkboxið checkað eða afcheckað og þá setji ég klassan finished eða unfinished eða finished eða fjarlægan af liðinu og kalla ég update stats sem þá komið nokkuð langt í því að klára verkefnið svona fyrir þessa grunnvirkni síðan þarf að klára hérna takkana sem aðeins síðan að líka vinna svolítið áfram með það bara að finna þessi element og breyta þeim. Þú setur þetta inn á? Ég seti þetta inn á GitHub. Þannig ég ætla að vista núna og gera hérna format document og GCAM F102 komið. Setja þetta líka í hérna póstuna eftir. Ok. Ef við taka smá pásu áður en við höldum eða við bara keyra og klára.